Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, ekki gera það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Rómverjabréfið 12 mínútur yfir 6. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama yðar, svo að þér hlýðnist gildum hans. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 6. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóði sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætisvopn. Rómverjabréfið 12 á móti 2. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Rómverjabréfið 14 mínútur yfir 12. Blessið þá, ofsækja yður, blessið þá, en bölvið þeim ekki. Rómverjabréfið 16 mínútur yfir 12. Berið sama hug til allra, hreykið yður ekki, en haldið yður að hinum lítillmótlegu. Ætlið yður ekki hygna með sjálfum yður. Rómverjabréfið 17 mínútur yfir 12. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Rómverjabréfið 21 mínútur yfir 12. Lát ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur sigra þú illt með góðu. Rómverjabréfið 13 á móti 8. Skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá, sem elskar náunga sinn, hefur uppfyllt lögmálið. Rómverjabréfið 13 á móti 9. Boðorðin, þú skalt ekki dríkja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast, og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 1. Framgöngum sómasamlega eins og á degi, ekki í offáti né ofdrykkja, ekki í saurlífi né svalli, ekki í þrætu né öfund. Rómverjabréfið 14 mínútur yfir 1. Íklæðist heldur drottni Jesú Kristi, og alið ekki önn fyrir holdinu, svo að það verði til að æsa kyndir. Rómverjabréfið 14 á móti 1. Takið að yður hinna óstyrku í trúnni, án þess að leggja dóm á skoðanir þeirra. Rómverjabréfið 14 á móti 3. Sá, sem neytir kjöts, fyrirlíti ekki hinn, sem lætur þess óneitt, og sá, sem lætur þess óneitt, dæmi ekki þann, sem neytir þess, því að Guð hefur tekið hann að sér.
Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 2. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetjið yður öllu heldur að verða bróður yðar ekki til ásteytingar eða fals. Rómverjabréfið korter yfir 2. Ef bróðir þinn hryggist sökum þess sem þú etur, þá ertu komin af kærleikans braut. Hrind ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Rómverjabréfið 20 mínútur yfir 2. Brjóttu ekki niður verk Guðs vegna matar. Allt að sönnu hreint, en það þó illt þeim manni, sem etur öðrum til ásteytingar. 1. Korintubréf 18 mínútur yfir 3. Enginn dragi sjálfan sig á tálar. Ef nokkur þykist vitur yðar á meðal í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. 1. Korintubréf 21 mínútur yfir 3. Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því að allt yðar. 1. Korintubréf 4 á móti 5. Dæmi því ekki fyrir tíman, áður en Drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós, sem í myrkrinu hulið og opinbera ráð hjartnanna. Og þá mun hver sig hljóta þann lofstýr af Guði, sem hann á skilið. 1. Korintubréf 11 mínútur yfir 5. En nú rita ég yður, að þér skuluð ekki umgangast nokkur þann, nefni sig bróður, en saurlífismaður eða ásælinn, skurðgoðadýrkari eða lastmál, ofdrykkjumaður eða ræningi. Þér skuluð jafnvel ekki sitja að borði með slíkum manni. 1. Korintubréf 6 á móti 9. Vitið þér ekki að ranglátir munu ekki Guðs ríki erfa. Villist ekki, hvorki munu saurlífismenn né skurðgoðadýrkendur, hórkallar né kivillingar. 1. Korintubréf 10 mínútur yfir 6. Þjófar né ásælnir, drykkjumenn, lastmálir né ræningjar Guðs ríki erfa. 1. Korintubréf 7 á móti 5. Haldið yður eigi hvort frá öðru, nema þá eftir samkomulagi stundasakir, til þess að þér getið haft næði til bænahalds og takið svo saman aftur, til þess að Satan freisti yðar ekki vegna ístöðuleysis yðar. 1. Korintubréf 10 mínútur yfir 7. Þeim, sem gengið hafa í hjónaband, býð ég, þó ekki ég, heldur Drottinn, að konan skuli ekki skilja við mann sinn. 1. Korintubréf 11 mínútur yfir 7. En hafi hún skilið við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin, og að maðurinn skuli ekki heldur skilja við konuna. 1. Korintubréf 12 mínútur yfir 7. En við hina segi ég, ekki Drottinn, ef bróðir nokkur á vantrúaða konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilji hann ekki við hana. 1. Korintubréf 13 mínútur yfir 7. Og kona, sem á vantrúaðan mann og hann lætur sér vel líka að búa saman við hana, skilji ekki við mannin. 1. Korintubréf 23 mínútur yfir 7. Þér eruð verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. 1. Korintubréf 10 á móti 7. Verðið ekki skurðgoðadýrkendur, eins og nokkrir þeirra. Ritað líðurinn settist niður til að eta og drekka, og þeir stóðu upp til að leika. 1. Korintubréf 24 mínútur yfir 10. Enginn hyggi að eigin hag, heldur hag annara. 1. Korintubréf 28 mínútur yfir 10. En ef einhver segir við yður, þetta fórnarkjöt, þá etið ekki, vegna þess, gjörði viðvart, og vegna samviskunnar. 1. Korintubréf 32 mínútur yfir 10.
Verið hvorki gyðingum né Grikkjum né kirkju Guðs til ásteytingar. 1. Korintubréf 20 mínútur yfir 2. Bræður, verið ekki börn í dómgreind, heldur sem ungbörn í illskunni, en fullorðnir í dómgreind. 1. Korintubréf 39 mínútur yfir 2. Þess vegna, bræður mínir, sækist eftir spádómsgáfunni og aftrið því ekki að talað sé tungum. 1. Korintubréf 33 mínútur yfir 3. Villist ekki, vondur félagsskapur spillir góðum siðum. 1. Korintubréf 34 mínútur yfir 3. Vaknið fyrir alvöru og syndið ekki. Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði. Yður til blygðunar segi ég það. 1. Korintubréf 2 mínútur í 4. Þess vegna, mínir elskuðu bræður, verið staðfastir, óbifanlegir, sígauðugir í verki Drottins. Þér vitið að erfiði yðar er ekki árangurslaust í drótni. 2. Korintubréf 6 á móti 1. Sem samverkamenn hans áminnum vér yður einnig, að þér látið ekki náð Guðs, sem þér hafið þegið, verða til einskis. 2. Korintubréf 14 mínútur yfir 6. Gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúuðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Galatabréfið 5 á móti 1. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók. Galatabréfið 13 mínútur yfir 5. Þér voruð, bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Galatabréfið 26 mínútur yfir 5. Verum ekki hégómagjarnir, svo að vér áreitum hver annan og öfundum hver annan. Efesusbréfið 13 mínútur yfir 3. Fyrir því bið ég að þér látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum yðar vegna. Þær eru yður til vegsemdar. Efesusbréfið 17 mínútur yfir 4. Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins, þér megið ekki framar hegða yður eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Efesusbréfið 26 mínútur yfir 4. Ef þér reiðist, þá syndið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Efesusbréfið 28 mínútur yfir 4. Hinn stelsi hætti að stella, en leggi hart að sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum, svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim, sem þurfandi er. Efesusbréfið 29 mínútur yfir 4. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim, sem heyra. Efesusbréfið 4:5. Hrykið ekki Guðs heilaga anda, sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausnardagsins. Efesusbréfið 5 á móti 3. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ákyrnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal yðar. Svo hæfir heilögum. Efesusbréfið 5 á móti 7. Verðið þess vegna ekki lagsmenn þeirra,